Já, næst réttur settur hér hjá okkur á samstöðinni. Þetta nú eiginlega hálfgert grínheiti yfir þennan þátt. Við erum að tala hálfsmánaðarlegt lagahorn sem við förum yfir lögfræðileg álitamál jafnan tengd fréttum líðandi stundar. Í dag ætlum við til dæmis að ræða kröfur gæsluvarðhald. Hvers vegna það ekki nóg að halda að til dæmis meintir bófar geti eitt ránsfeng ef þeir eru ekki hnepptir í gæsluvarðhald. Annað gæsluvarðhaldsmál sem varðar meintan öfuga í Hafnarfirði. Svo mál ríkislögreglustjóra en mjög áberandi í fréttaumræðunni og það getur verið forvitnilegt að spyrja hvers konar málalok gætu verið líklegust í þessu að minnstakosti stóra bruðlmáli út frá lögfræðilegu sjónarhorni. Og talandi lögregluna þá eru þeir nú bara ákærðir einn á fætur öðrum. Spilling í kerfinu? Leitandi spurning? Og kannski að lokum organista Glerárkirkju á Akureyri hefur verið sagt upp störfum ef marka má frétt DVAF það. Því hefur verið velt upp hvort starfslokin hjá honum berað vegna skoðana organistans og það veltir upp þeirri spurningu hjá okkur hvort svo getur orðið reyndin í heimi sem virðist vera polariserast meir. Hver réttur okkar til skoðana og lifibrauðs verður og hvernig lögfræðinni líst á það. En viðmælandi okkar Gísli Tryggvason sestur hjá okkur. Vertu velkominn, Gísli. Takk. Þú ert jú lögmaður. Ert ekki akkurat að flytja þessa dagana? Jóna þína. Hvar hefur verið og hvert að fara? Ég var lengi í Kringlunni. Nú ég að flytja í Skeifuna. Já, einmitt. Alltaf nóg að gera. Já. Já, einmitt. Þú heyrðir mig impra á nokkrum málum hér í inngangi ef að byrja á þessum gæsluvarðhaldsmálum að þeir heyra sumir botna ekkert í því að dómstólar hafi ekki samþykkt gæsluvarðhald hvorki eftir árás á barn í Hafnarfirði að nóttu til þar sem einhver ógæfumaður brýst inn í hús eða í þessu svokallaða hraðbankamáli eða landsbankamáli þar sem að talið að Landsbankinn hafi tapað 100 milljón á einhvers konar mistökum sem leiði til þess að fólk gat komið og tekið út pening og búið að handtaka þarna einhverja 7 einstaklinga. Getur aðeins sett okkur inn í það hvenar gæsluvarðhald ákveðið og hvenar ekki rökin fyrir þessum málum? Já, það kannski svolítið ólíkt eftir hvert meint brot en við getum ímyndað okkur að ef að þessi niðurstaða ekki eðlileg eða tæka þá séu 3 möguleikar. Annaðhvort eru lögin ekki nógu góð fyrir réttarvörsluaðila til þess að rannsaka og tryggja sönnun, rannsaka mál og tryggja sönnun eða dómstólar eru eitthvað að oft túlka sitt varnarhlutverk fyrir borgarann eða lögreglunni hafi ekki tekist eða sækjendum málsins að sýna fram á nægilega sterka sönnun fyrir meintu broti og þetta það gott fyrir kannski borgarann að finna að dómstólar séu ekki bara stimpill í höndum handhafa framkvæmdarvalds eins og sækjenda á lögreglu en þeir borgarar sem eru upptegnari af kannski glæpum heldur en frelsi, þeir kannski hneykslast á þessum niðurstöðum og án þess að hafa gögn málsins í höndum þá finnst manni svolítið sérstakt að þegar ljóst virðist að drukkinn maður með einhverja óra kemur inn í svefnherbyggi á einkaheimili hjá og ég vil upp í rúm hjá barni þá finnst manni óhepplegt að það sé ekki hægt að beita gæsluvarðhaldi bæði til þess að tryggja þá sönnun og að
sakargögnum verði ekki spillt og til þess að bara gæta þess sjónarmið sem stundum notað við gæsluvarðhald að það svona tryggi almannahagsmuni, að fólk vilji ekki að svona meintur brotamaður gangi laus. Men þetta í hugspurningin vegna þessa mál sem þú nefnir, ef það hefði nú bara verið myndavél inn í herbergi þessa barns og það lægi fyrir að maðurinn hefði lagst upp í rúmið til þess, heldur að það hefði breytt einhverju gæsluvarðhalds? Já, ég hugsa það nú, en sennilega nú ekki margir með myndavél í barnaherbergjum nema... Nei, en ég að nefna þetta út frá spurningum sönnunarbyrði og sko hvenar þolendum meintum bara trúað skilyrðislaust og það bara ákveðið að trúa þeim og ef skeið kynni að það reynast eitthvað misskilningur í því þá bara verði leiða til þess að bregðast við því. Ég svona velta fyrir mér sko hvernig kerfið hugsar. Já, það kannski ekki að staðla það en sem sagt, nú vitum við ekki hvaða sönnunargögn lögreglan hafði og lagði fyrir dómstóla en manni brá svo litið sem bara fjölskylduföður að svona gæti gerst en á hinn bóginn alltaf sá möguleiki að maður sé saklaus eða saklaus af þeim glæp sem hann sakaður og viðurkenni kannski eitthvað annað. Þannig að þetta alltaf þessi togstreita hvenær á að beita þvingunarúrræðum eins og þessu. Þetta mjög þungbært þvingunarúrræðu, þetta gæsluvarðhald. Það ekki komin efnisdómur. Það bara einhverja líkur á hugsanlegri sekt. En þetta stuðaði mig og marga. Hitt málið, það sem var reyndar ekki hraðbanki heldur einhvers konar netbanki já, einmitt. Og einhver kerfisvilla þar hefur gæsluvarðhaldið sem að óskað var og hafnað meðal annars þann tilgang að tryggja að menn fari ekki úr landi eða eyði sönnunargögnum eða eyði ránsfengnum eða þjófnaðarfengnum Þannig að ég veit ekki hvort að þarna einhver handvömm eða hvort að lögin eru bara svona. Nei, það hefur mest verið einblínt á að þeir geti spanderað þessum peningum, komið þeim undan og talið í 100 milljóna en sko það að öðrum stafi hætta af þeir þá alltaf skilyrðislaust gæsluvarðhald eða hvað? Nei, ekki skilyrðislaust en það svona auknar líkur á því. Auknar líkur, já. Og það hafi verið nefnt sem einhver rök í þessu máli af hverju þeir eru ekki dæmdir í gæsluvarðhald bæði undirréttur, héraðsdómur og landsréttur hafa hafnað kröfu það að það hefur aðeins heyrst að almenningi stafi ekki hætta af þessum mönnum. Já, og það auðvitað sjónarmið. Og svo spurningi sem ég nefndi fyrst, hvort að dómstólar séu eitthvað að auka gæsluhlutverk sitt eða sjálfstæði. Nýlega var vændismál sem við ræddum hérna fyrir 2 eða 4 vikum að þar var líka hafnað ákveðnum rannsóknarúrræðum fyrirfram að fylgjast með húsi þar sem að vændisstarfsemi var talin fara fram. Og það var ekki eins og við kannski héldum síðast þegar við vorum ræðið þetta stýrist annars vegar þolendur og hins vegar kaupendur þjónustunar eða heldur var það upplýst í fréttum í gær að lögreglan var ekki síst að reyna að finna forsvarsmenn þessa hvað á að segja? Vændishús. Já, og þá menn sem eru þá hvað að segja, grunaðir eða taldi standa bak við mansal hugsanlega og kynlífsþrælkun hreinlega, þannig að þegar ég heyrði það þá undraðist ég kannski meira að dómstólar hefði ekki fallist á að fylgjast með ákveðnu húsi sem eru auðvitað ákveðin takmörkun á friði eða frelsi almennings í því hverfi eða eitthvað en ég hugsa fyrir almenningin sé nú mikilvægt að það sé ekki svona starfsemi stunduð og að finna forsvarsmenn sem að hugsanlega flytja inn fólk til þess að stunda vændi jafnvel án þess að þeir vilji eða hafi frjálsan vilja. Þetta mjög gróft að heyra að það megi ekki fylgjast með húsi í þessu skyni. Þetta eru mjög alvarleg brot og
frásögnin í fréttum, held í kvöldfréttum RÚV í gær var svakaleg hvað lögreglan taldi verið í gangi þarna. Já. Þetta eru álita mál svo sannarlega og ágætt að ræða þau sem slík. Eigum við þá næst að víkja okkur að lögreglu. Ég getur sagt að séu svona 2 mál sem tengjast henni. Fyrst bara stjórnsýsla og fjársýsla ríkislögreglustjóra og svo eftir ætlum við að tala um að velta við upp hvort þessi spilling í kerfinu samanber hérna nýlegar ákærur og fyrirtöku á dómstólum þær. Hérna, hvað varðar hana ríkislögreglustjórinn okkar, hvers konar málalok sýnist hér núna að séu líklegust í þessu máli? Við tókum eftir svona út frá lögfræðilegu sjónarhorni. Það virðist vera sem að hún ætli nú ekki að sjálfa stíga til hliðar eða segja af sér. En við tókum eftir því að það voru dómsmálaráðherra í gær í viðtölum við blaða og fréttamenn notaði ítrekað orðið alvarlegt. Hve alvarlegt þetta mál væri. Og ég túlkaði þannig að hún sé að senda skilaboð til almennings að niðurstaðan verði stór í þessu máli. Þú hefur náttúrulega fylgst með þessu, ekki satt? Jú, þarna eru kannski nokkrir möguleika líka eins og kjarnan. Annars að ekkert gerist og hún bara setji sinn skipunartíma út sem að nokkur ár fram í tíman því miður, finnst mér. Mér finnst þetta hafa verið óheppilegt hvernig staðið hefur verið að rekstri þess embættis í eiginlega áratugi. Það var nú hneyksli líka, mörg hneyksli tengt fyrir ríkislögreglustjóra varðandi einmitt rangar fjárhagsráðstafanir með stofnanasamningum við yfirlögreglu þjóna og það var látið fara í gegn þó að ríkið hefði reynt að spyrna við fótum. Það var ekki hægt að hnekkja því eftir og Haraldur Jóhannsson hætti með feitan starfslokasamning. Já, milli 50-60 milljónir ef mann rétt. Já, þannig einn möguleikin þessi að hún bara setji út sinn tíma og það verði ekkert gert. Það finnst mér ólíkleg niðurstaða bæði sakvæmt efni málsins og vegna ummæla dómsmálaráðherra í gær. Já, og undirmennarnar ekki heldur með henni í liðum, þeir hafa ítrekað stigið fram. Já, svo hinn möguleikin í hinn póllinn að hún segja af sér. Það líka ólíklegt með við hennar ummæli undanfarna daga ríkislögreglustjórans. Ég spáði því í síðustu viku að sú millileið yrði farin að það bara gerður aftur starfslokasamningur og eða hún flutt til í embætti eins og hugsanlega væri heimilt. Þó það væri kannski ekki eðlilegt, þá væri það kannski skárra en óbreytt ástand. En nú held ég með við ummæli dómsmálaráðherra í gær að sé til skoðunar sú millileið sem á við í tilviki embættismanna eða forstöðumanna ríkisstofnana að víkja stundarsakir embættismanni frá störfum vegna þess að víst þyki eða ætla megi að óreiða sé á fjármálum. Ég spái því að innan fárra daga verði það kunngert að ríkislögreglustjóra sé vikið frá stundarsakir meðan málið fer til rannsóknar sérstakrar nefndar. Og þetta segi ég nú ekki bara út frá ummælum dómsmálaráðherra og í gær og umfjöllun undanfarinna vikna efni málsins heldur að því að ég sat stundum í nefnd, 3 manna nefnd sem að var látin úrskurða hvort að víkja ætti forstöðumanni frá stundarsakir. Þá var ég fulltrúi eiginlega embættismannanna eða starfsmanna samtaka tilnefndur af BHM. Svo var einn frá fjármálaráðuneytinu sem að þá fulltrúi veitingavaldsins, handhafa þess sem að ræður og rekur og vill kannski losna við embættismann. Og svo var einn formaður sem var tilnefndur af forsætisráðuneytinu minni mig, eða skipaður. Og þessi nefnd var úrskurðarnefnd með það stjórnsýsluvald að ákveða hvort að embættismaðurinn ætti að fara bara aftur í sitt starf. Það væri ekki nógu alvarlegt ástand.
út af fjárreiðum eða einhverju öðru eða hvort ætti að víkjónum varanlega frá starfi og ef þetta er rétt spá þá verður settur einhverjum til þess að gegna embættinu tímabundið og ég held bara máli sé það alvarlegt og fólki sé það hneykslað og stjórnmálamenn séu kannski líka bæði í ríkisstjórn og stjórnarandstöðu svo hneykslaðir á þessu að ég held að þurfa að gera eitthvað og ég held að sé líka rétt að gera eitthvað og þarna er þessi millileið hugsanlega tæk auðvitað veit maður aldrei fyrir maður sér þykkan stafla á gögnum hver eðlileg uppástniðurstaði er eða lokaniðurstaða en þetta er mín spá núna. Þetta er þín spá og þetta er áhugavert að heyra. Það sem þú hefur heyrt af þessu máli í gegnum fréttaflutning hyggurðu að álitaefnin snúi fyrst og fremst að þessum 260 milljónum sem að fara til einnar mannesku Mér minnir nú hafi verið 160 einhverju tímabili og 190 einhverju öðru tímabili. Ég er að bæta við þarna 100 milljónum óvart, alveg rétt hjá það eru 160 sem hún sem ríkislögreglustjóri Sigríður hefur dælt út til mannesku sem að gæti verið vinkonunnar, við vitum það ekki, en allavega hefur þessi Þórunn, hún hefur skrifað lofsamlega ríkislögreglustjóra á einhverjum samfélagsmiðlum og eitthvað svoleiðis. Hyggurðu að það sé fyrst og fremst þetta hvernig hún virðist hafa misnotað opinbert fé með því að dæla því í einn ráðgjafa þegar hennar eigin menn innan lögreglunar segja við hefðum alveg geta gert þetta og náttúrulega sumt að þessu eiginlega bara stórhneykli og brjálaðisleg fjárhæð á tíman enginn að leita afslátta eins og þegar ég var að vinna hjá Umhverfisstofnun þá við vorum alltaf að vera fastakunnar og vorum alltaf að reyna að fá verðið niður og allt það er ekkert svoleiðis þarna en sýnist það að sé fyrst og fremst þetta eða er það eitthvað meira af því að nú er talað stórfelldan hallarekstur bara svona heilt yfir á sama tíma og það er verið að sparka vönu fólki út úr lögreglunni heldur það sé bara þetta mál sem að Helgi Seljan og félagar hjá RÚV skúpuðu þarna daginn eða heldur það sé eitthvað meira þegar þú segir að meint óreiða í fjármálum hún geti snúið að öðru en þessu sem mest hefur verið í fréttum? Já, eins og segir, þetta er það sem við höfum heyrt mest en síðan kunna að vera heimildir í lögum fjárreiður ríkisins til þess að taka á svipaðan hátt á málinu vegna mikils hallareksturs. Þannig að ég held að kannski tilefni sem velti þúfunni ef þetta er rétt spá hjá mér sé þetta mál með ráðgjafann í Indra Þórunni og ef að það fer í þann farveg þá mun dómsmálaráðuneytið sem svona sækjandi þá þess stjórnsýslumáls væntanlega finna fleira til. Það er nú oft þannig þegar menn fara í mál á annað borð, einkamál eða sakamál og þetta kallast nú eiginlega einkamál eða stjórnsýslumál, ekki sakamál auðvitað, að þá munu þeir finna fleira til úr því að þeir eru hugsað þennan farveg og finna það vel allt til sem að má finna að. Já. En varðandi hin málin eins og hallareksturinn, þar held ég að ríkislögreglustjóri kannski hafi betri varnir heldur í Indra-málinu af því að bæði hefur hún nú bent á Sigríður Björk að þetta sé lítill hluti af mikilli veltu, þetta er ekki hátt hlutfall þó þetta sé háar krónutölur og svo hefur hún svona nokkuð trúverulega finnst mér rökstutt að embættið sé notaði eins og harmonika ég man ekki hvað líkingu hún notaði en það kann að vera hentugt í stjórnsýslu að byggja ekki upp stórt overhead eða stóra stofnari sem eru varanlegar heldur að það sé svona kjarni og svo sé þanið út og inn eftir þörfum eins og til dæmis þegar þessi alþjóðlega eða stóra ráðstefna var í Hörpu í maí fyrra minni mig að þá er hægt að fjölga starfskröftum tímabundið og kaupa ný aðföng
þó það verði ekki sko varanlegur rekstrakostnaður, þannig að þar eru varnirnar hennar betri, giska ég á. Já. Ef það verður 2 dálkar og þú verður að haka við glórulaust bröðul eða bara spilling, í hvort reytin myndirðu setja exið núna með að við gögn sem fyrirliggja? Ég myndi nú segja að það væri örugglega glórulaust bröðul í þessu intramáli, og ef að þetta er rétt sem að þú að þær séu tengdar einhvers konar vinaböndum, þá er það auðvitað spilling og fræntigli. Og það hefur því miður loðað við kerfið allt og lengi, að það er meðlans í réttarsvörslugeiranum allt og mikið af, vinaráðningum og flokksráðningum. Minnst ekki á það ógrátandi. En réttur hennar, Sigríðar Bjarkar, segjum sem svo að þetta gangi svona eftir, henni verið vikið tímabundi frá, annar fenginn til þess að leiða lögregluna meðan, nefnd skipuð og vegna meintrar óreiðu í fjármálum, og svo komist nefndin að niðurstöðu eftir segjum 6 mánuði eitthvað svoleiðis, hún er búin að vera þarna á syllunni í 6 mánuði. Ríkislögreglustjóri, nefndin kemst svo að því að hún hafi ekkert brotið af sér. Er hún þá bara skipuð aftur, á hún rétt á skaðabótum? Mér minnir að sko þá fá hún bara þau laun sem hún hefur ekki fengið á meðan. Ég held hún sé á hálfum launum, eða ég held að forstöðumaður sé á hálfum launum meðan hún er vikið frá tímabundið. Já, en hún er enga rétt til skaðabóta. Það er ekki mælt fyrir það í lögum réttindi og skyldur starfsmanns ríkisins, minni mig, en það kann að vera svokallaðar almennar reglur skaðabótaréttar sem eru stundum bara óskráðar, að það er leiðið til skaðabóta. Það er til stundum ef menn eru reknir af réttmætri ástæðu en það er of harkalega gengið fram í kannski rökstuðningi, þá getur menn fengið sérstaka bætur fyrir það. Bæði í opinberu starfsmannsrétti og almennu vinnurétti, og iðulega er bótaskylda vegna framgöngu og brots á meðalhófi, þó að kannski ráðstöfunin sem slík hafi staðist, til dæmis ef menn eru handteknir eða settir í gæsluvarðhald með af réttri ástæðu, en handtakan er of harkaleg eða gæsluvarðhaldi of langt, eða handtakan og löng, þá geta menn fengið bætur fyrir það. Þannig að það er ekkit útilokað að einhverja bætur komi til ef að of harkalega gengi fram. Þannig að dómsmálaráðuneytið mun vanda sig við að tína ekki til eitthvað rugl eða einhver titlingaskít. Þeir munu tína til þetta intramál og önnur mál eins og fjárreiður. Ríkislögreglustjóri myndi þá verja sig með því að ég upplýsti nú alltaf þetta og ég átti fund með þessum ráðherra eða þessum ráðuneytisstjóra þetta, og ég benti á að við gætum ekki haldið þessar ráðstefnu nema það kostaði eitthvað. Þannig að þetta er líka spurningum ábyrgð handhafa fjárveitingavalds á þingi og svona stjórnarráðsins við að vera ekki að skipuleggja ráðstefnur eða bregðast við atvikum og setja bara ábyrgðina á forstöðum, en það er hinn hluti málsins. Það er alltaf algengt að það verið að setja ný verkefni á stofnanir eða sameina stofnanir og segja bara, þið finnið síðan út úr þessu og hagræðið. Það er ekki endalaust þetta hagræða og hlaupa hraðan eins og við þekkjum. Svo eru viðbröðunar alveg sérstakt athugunarefni fyrir mig sem blaðamann reyndan að fylgjast með því ég segi það bara ef hún er að þykja ráðgjöf með það er nú einhver uppsingafulltrú eða samskiptafulltrú þarna innan hús hjá lögreglunni, eða þá að Þórunn er að leiða hana í það hvernig hún er að bregðast við að það er ekki sístu viðbröðin, og það er svona hvernig hún hefur virðist hafa séð þetta í allt öðru ljósi heldur en almenningur, og hvernig hún kemur fram og á mikilli eiginlega bara hörku og hefur réttlætt þetta allt frá A til Z. Það er svona alveg önnur saga. Já, kannski ekki alveg allt, en hún var svolítið staffýrug í fyrsta viðtalinu í RÚV, fréttunum eða kastljósinu, það sem að... Hún reyndi þá aðferð. Já, hún réttlætti fannst mér allt og mikið. Já, svo skiptir hún aðferð, þegar hún sér að það er búið að kreppa henni. Já. En allt hefur þetta unnið gegn trúverðuleika hennar og trausti líka. Já, sammála. Það sem hefur gerst eftir að máli kom upp. Það var fróðlegt að sjá hvort þú reynist sannspár, Gísli. Þetta hljómar nú eins og svona
skynsamlegt úrræði í stöðunni. Já, ég meina, þetta hefur náttúrulega svo oft gerst. Ég meina, eitt máli það sem ég var að úrskurða, sko, það var þegar forstöðumenn voru taldir hafa, og við minnum nú að það hefur verið talið sýnt fram á það, að þeir voru nánast sko að ráða hvor annan í auka störf og gera hvor öðrum greiða. Þannig að það var iðulega bæði bara óreiður og fjárriðum og vinahygling og spilling hreinlega, sem að leiddi iðulega til þess að forstöðumar var að láta hinn fara, og það er þetta að fletta þessum úrskurðum upp á vef stjórnarráðsins ekki. Áður en við endum okkar spjall á stóra organistamálinu á Akureyri, þá ætla ég að spyrja þig út í ákærur sem að hér hafa komið fram gegn lögreglumönnum. Skygging er fyrirbæri þar sem að er fylgst með okkur á þess að við vitum að þeim. Og þar hefur eitthvað farið úrskeiðis hjá einhverjum lögreglumanni og búið að ákæra hann. Og svo er annað mál sem varðar lögke, að fletta upp gögnum í trássi við lög. Og enginn veit hvers vegna, held ég ennþá, hún neitar reyndar sú lögga að hafa gert það, en mann finnst nú skrítið ef þetta nær alla leið inn í fyrir þingsetningu, eða hvað kallast þetta þegar mál er þingtekið? Já, það er þingfest þegar það er fyrst tekið fyrir í dómi. Já, ef það er ekki tæft í því. Sko, þetta kemur ofan á máli ríkislögreglustjóra, og maður spyr sig, er bara bullandi spilling í kerfinu innan lögreglu? Ég held nú ekki og vona ekki, en alveg svo ríkislögreglustjóri á rétt á því út frá stjórnsýslureglum að verja sig og njóta réttláðara málsmeðferðar við þetta sem að kann að vera hefjast. Þá eiga lögreglumenni og aðrir borgarar rétt á því að vera taldir saklausir þangað til sekt er að sannast fyrir dómi. Það er að vísu það sérstaka viðhorf í sakamálaréttarfari að það er stundum talið í fræðunum, og ég held að það sé gildandi regla, þó að það kunni að vera umdeilt, að þegar opinber embættismaður, þar á meðal lögreglumenn, er talin hugsanlega sekur afbrot, að þá eigi vogarskálarnar ekki að vera alveg eins ójafnar eins og þegar annar sakborningur er grunaður og stendur til að meta hvort eigi ákæra fyrir afbrot. Það er talið að vegna hagsmuna almennings, af því að trúa því að það sé ekki spilling í réttarvörslukerfinu, þá eigi kannski að vera aðeins minni þörf á einhverjum miklum líkum á sekt áður en það er ákært. Og þetta var nú meðalans aðeins til skoðunar, held ég, í hrunmál, eða hvað að segja, landsdómsmálinu til dæmis gagnvart forsætisráðherra þáverandi eða fyrirverandi þá. Sem sagt, ég til dæmis rökstuddi það að það ætti að ákæra í því máli vegna trúveruleikans. Það er betra að fá þá sýknudóm fyrir dómi heldur en að hafa þann ranga grun jável að kerfið sé að hygla sínum. Já, það var að traustið í samfélaginu, línu sem heldur þjóðfélögum saman. Af því að fólk lítur kannski eðlilega á sem réttarvörslukerfið sem einhverja heild, að þá er mikilvægt að það séu sjálfstæðir dómarar sem að sýkna þá þessa lögreglumenn eða aðra embættismenn sem eru grunaðir eitthvað, frekar en að það sé í rauninni sýknað án dóms með því að ákæra ekki, af því að sönnunargögnin séu ekki næg. Þannig að ég held að sú regla eigi við hér. En eins og segir það, maður hefði haldið að sönnunargögnin væri nokkuð sterk uppflettingar. Alveg eins og í heilbrigðiskerfinu þá er það loggað mjög vel, held ég. Ef einhver læknaritari eða röntgentæknir eða hvað sé meinafræðingur flettir mínu máli upp, að þá þarf hann að hafa ástæður vegna einhverjar rannsóknar sem ég er að biðja en ekki að því að hann vil athuga hvort að ég sé með eitthvað undarlegt í pokahorninu sem nágranni hans eða eitthvað slíkt. Mér dettur að það sé tekist á með rökstuðning, hvort þetta hafi verið tengt einhverjum skynsamlegum tilgangi vinnunnar. Og þá þarf lögreglumaðurinn væntanlega að verjandi hans að færa sönnur og það akkur hann fletti öllum þessum málum vina sinna eða óvinna, ég man ekki hvort var að ræða.
En þetta skaða nú tímabundi þótt að geti aukið traust á lögreglu dæmis ef það eru sýknudómar sem falla á svona og ég sé að hlusta það sem þú segir þá svona fyrir hvert svona mál þá getur fallið aðeins á traust til lögreglu og þetta er náttúrulega svo stétt sem að við höfum borið töluvert traust til samkvæmt mælingum, býsna mikið traust og þetta er ekki gott fyrir samfélagið að það sé hvert málið á fætur öðru sem varðar höfuð lögreglu og undirmenn. En til langstíma kann að vera betra eins og í öðrum greinum eins og þegar fjölmiðlar gera mistök þá stundum talið í bara PR-fræðum að það sé betra að koma út með allt á borðið og játa og beðast afsökunar og laga heldur en að fara undan í flæmingi. Það er nú stundum talað að cover-upið sé oft alvarleira hafi alvarlegri eftirmála en sjálft brotið Já. Gísli, síðasta máli sem ég langar að ræða við þig en bara svona persónuleg pæling mín bara því ég er nú félagsfræði menntaður og svona maður alltaf að velta fyrir sér straumunum í samfélaginu og hvernig samfélag breytast það er nokkri dagar síðan organistinn í Glerakirkju á Akureyri listi því sjálfur yfir á Facebook að honum hefði verið boðið 60-70% starfshlutfall, hann hefði verið í 100% starfi, hann hefði verið boðið 60-70% starfshlutfall sem að hann taldi bara ómögulegt fyrir sig að verða við og hann segist hafa kjölfærið hafi orðið samkomulag uppsögn hans. Svo segir hann í samtali við Akureyri Net ég er stoltur ég er miðaldra karlmaður miðaldra hvítur karlmaður held ég eitthvað svoleiðis og ég er stoltur að því og svo við erum enn að reyna að skilja þetta mál og svo er það DFF sem að greinir frá því í gær með viðtali við organistan að það kunni að haft vægi í þessum starfslokum að hann hafi gagnrýnt kynfræðslu í fermingafræðslu þessara sömu kirkju, Glerárkirkju fyrir í haust sem var nú mikið í fjölmiðlum og DFF segir að þessi organisti hafi líka oft talað gegn því sem að hann telur vera niðurrif á hinum hvíta miðaldra karlmanni. Það sem að mér datt í hug við það sem liggur fyrir í þessu máli er sem sagt bara réttur okkar til skoðana og lifibrauðs og hvenær árekstur verður þar svo mikill að annað þarf að víkja okkar skoðanafrelsi eða við pössum ekki lengur inn á vinnustæðin og munin á hinu opinbera og enga vinnustöðum og svoleiðis. Hvað dettur svona í hug þegar þú heyrir mig reifa þetta aðeins? Já, mér finnst þetta mjög góð pæling og jafnvel kenning. Ég vona að sé nú okkar vegna ekki tengt Akureyri en það var frægt mál fyrir nokkrum árum þegar Snorri Betel sem kallaður var látin fara frá kennslu held í Brekkuskóla vegna skoðana sem hann ég held að hann hef ekki tjáð þær í kennslustund en á bloggi sínu eða eitthvað slíkt þar sem hann var með full biblíulegar skoðanir á hvað sé ég samkynhneigðum eða kynhegðun fólks neikvæðar skoðanir já og Akureyrarbær sagði honum upp störfum en hann fekk á lokum ef við munum rétt bætur. Já, hann mannaði það fyrir dómstólum. En þá er það náttúrulega í fyrsta lagi þessi regla að það er yfirleitt, það er bara ekki hægt nema í þessu tilviki með ríkislögreglustjóra þar sem menn eru settir tímabundi frá störfum að það er ekki hægt að dæma menn inn í starf aftur með dómi. Þannig að menn fá bara bætur ef að uppsögn var ólögmæt. Síðan er það hitt, hvenær má maður hafa skoðanir sem að almenningi eða meirilutanum finnast fáránlegar. Við þekkjum þetta kannski öll sem höfum verið í mikilvægum eða ábyrjandi störfum. Ef ég væri með þá skoðun til dæmis og tjáði mig opinberlega það að jörðin væri flöt eða að allir norðmenn væru vitlausir en aðrir, eitthvað slíkt, eitthvað svona fáránlegt, rasíst eða fordómafullt, þá geti það verið að menn kæmu ekki til mín sem lögmanns og teldu mig nú vera eitthvað skrítinn. Þannig að það er alltaf einhver fín lína. Það er nýlega búið að víkja frá eða gera starfslokasamning við vararíkissaksóknara sem er einn af þeim
bæði mikilvægastu starfsmennur réttarvörslukerfisins og einn af þeim sem nýtur mestrar verndar. Það líka dómari fyrirværandi sem að fór út í pólitík, bæði forsetaframboð og þingsetu og þingframboð. Arnar Þór Jónsson, hann hefur haft mjög sterkar skoðanir á mörgum þjóðfélagsmálum og svona íaði kannski að því þegar hann var að hætta sem héraðsdómari að það væri ekki auðvelt að vera héraðsdómari með vissar skoðanir. Þannig að þetta einhver lína. Við viljum að bæði vararíkissaksóknari og héraðsdómari og organisti og kennari tjái sig sín hugðarefni upp að einhverju marki, en spurningin hvar markið liggur. Og mér finnst skipta svolítið miklu máli hvort að tjáningin á sér stað í kennslustofu eða í messu í þessu tilviki. Mér finnst það langsóttara að, ef þetta rétt sem hann íjar að, mér finnst langsóttara að víkja organista, eða bara mjög hæpið að víkja organista frá störfum að því hann segir eitthvað á kaffistofunni kynfræðslu. Hvað sem hann finnst kynfræðslu og hvað sem hann finnst kynfræðslu í tengslu við kirkjustarf, þá á það ekki að hafa áhrif á hæfni hans sem organista. Auðvitað geta vissi hlutir orðið það eldfimir innan vinnustaðar að það orðið erfitt ástand. Fyrir mörgum árum, fyrir 30-40 árum, þá var strætisvagnabílstjóra viki frá störfum í Kaupmannahöfn vegna þess að hann vildi ekki vera aðili að stéttarfélagi og þá fóru kollegarnir að amast við honum að því þeir vildu halda sterku kerfi stéttarfélaga sem hefur verið í Danmörku. Vinnustöðinu var orðin þetta var orðið eitthvað erfitt, þannig að honum var vikið frá störfum. Ég man nú ekki hvort hann fekk bætur, en þar tókst á tjáning og félagafrelsi og svo bara réttur til atvinnu. Þannig að þetta eins og oft í lögfræðinni svona miklir pólar, og ég held að það sé rétt hjá því að þessi félagsfræðilega pæling að þegar pólarisýningin orðin svona mikil undanfarin ár í heiminum og samfélaginu okkar, og fjölgi svona málum. Já, og þá verði þetta enn mikilvægar en ella að forstöðumenn passi sig að greina á milli skoðana sem eru prívat og tjáðar í einkarými. Við getum líka nefnt, og hins vegar það sem skiptir máli fyrir starfi. Við getum nefnt lögreglumennina sem voru á vakt fyrir nokkrum árum á Þorláksmessu held ég, þegar þáverandi forsætisráðherra, minni mig, eða fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson var á einhverju samkomu í COVID-banni og var allavega talin vera þá hluti af einhverju broti á COVID-banni. Þá tjáðu lögreglumenninir eitthvað óheflegt, þeir sögðu eitthvað ljótt íhaldið eða sjálfstæð, eða ráðherra eða eitthvað eða bara einhvern sannleika. Þeir sögðu eitthvað sem allavega íhaldsmönnum fannst ekki fallegt, og þá var þetta dómsmálaráðherra hringdi held ég bara í þáverandi lögreglustjóra í Reykjavík. Það var aðeins og kósí. Já, það var nú sennilega bara Sigríður Björk, og það kannski eitt af því sem veldur því að maður telur þessi tengsl vera svolítið. Ég man ekki hvort það var Halla Bergþóra eða Sigríður Björk sem var þá lögreglustjóri, en allavega hringdi dómsmálaráðherra sennilega á aðfangadag í lögreglustjórinn og spurði hverju þetta sæti, og það svolítið mikil svona hagsmunagæsla fyrir kollegan eða stjórnarherran Bjarna Ben, hvað sem manni fannst þessi ummæli, og lögreglumönnum finnst örugglega að þeir megi tjá sig án þess að það fari á spjöld sögunar. Þannig að þetta erfitt, þarna var mikrofót sem að náði þessum ummælum og einhvern veginn slapp það út. Þannig að þetta, auðvitað viljum við heldur ekki að lögreglumenn séu að leka, eins og þarna var grunur leka máli sem kemur sér illa fyrir einhvern stjórnmálamann sem þeim illa við. Nei. Þetta kannski umræða sem vinnustæðir ætti að taka áður núna bara undirbúa það að við erum að gliðna svolítið í sundur sem samfélag í marga ólíka hópa,
og það ætti kannski bara að vera til einhver svona viðbragðsáætlun eða leiðbeiningar það hvað í lagi og hvað ekki í lagi, hvað skerðir traust og hvenar ber okkur að sýna tillitssemi, hvað opinber vettvangur og svo framvegis eins og þú nefnir. Mér finnst það gott hjá þér að gera kannski greinamun á því hvað á sér stað í kennslustund og hvað í frímínútum, hvað á sér stað í messu og hvað á kaffistofunni. Ég held að ég sammála þér með að þarna kann að vera dálítill munur á. Já, vinnuréttar lögfræðingar þurfa að undirbúa sig og greina þarna á milli. Mannauðsfræðingar þurfa að gera það. Ég lærði nú mannauðsstjórnun líka í MBA-námi nokkrum árum eftir lögfræðina, þannig að ég þekki þau fræði aðeins og þarna verður bara að greina á milli þess sem málumlegt til þess að gegna starfinu og þess sem ekki málumlegt. Og hann má minna á einn dóm sem að mér fannst alltaf svolítið góður. Sennilega 99, það var deildastjóri í einhverju félagsþjónustu, fötlunarþjónustu eða eitthvað slíkt sem að var ámyndur fyrir að vera með einhverjar aðrar faglegar skoðanir og dómstóllinn Hæstiréttur tók bara alveg skýrt fram að þetta var bara máleflegur ágreiningur. Það er bara máleflegt að til dæmis eins og þegar Pétur tæknimaður var að leiðbeina okkur hvernig míkrafóninn ætti að vera ef við myndum nú reka hann bara fyrir að vera með uppsteita því að hann vill stjórna því hvar míkrafóninn er. Hann er fagmaður á því sviði en ef við myndum reka hann því að hann vera alltaf með eitthvað vesen skilur við, þá myndi útsendingin vera lakari að því að menn væri bara hræddir við að segja það sem þeim finnst sem fagmenn. Og ef að lögfræðingur eða félagsráðgjafi má ekki segja, það er kannski betra að gera þetta svona og forstöðumenn verður bara fói og segir, það má ekki mótmæla mér, ég er bossinn hérna. Þá verður þjónustan lakari með tímanum. Þannig að ágreiningur er góður ef hann er málumlegur og rólegur. Góð lokaorð, kæra þakkir. Gísli Tryggvason, lögmaður, fyrir spjallið þennan daginn. Við kannski fáum þig aftur á rauða borðinu eftir svona 2 vikur. Takk. Og ég held að Pétur tæknimaður þurfi engu að kvíða. Ég held við séum ekki að neitt að fara að losa okkur við hann því að hann er ein af lykilstoðum hér hjá samstöðinni. Og á þeim léttu nótum bið ég ykkur að hinkra andartak. Þátturinn heldur áfram eftir smástund. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is